Þetta er verkefni 4 í Excel á blaðsíðu F7. Ég er búin að sýna ykkur hvernig þið setjið allar síðurnar í blokk og gefum sama útlit og ég er búin að taka blokkina af síðunni. Nú ætla ég að sýna ykkur síðu 1, þá skrifa ég hérna janúar og ég ýti á Ctrl og Enter, þá er ég áfram í hólfinu og ég afrita hér niður. Og ég ætla að gera það sama hér, Ctrl og Enter. Þið þurfa að skrifa þetta alveg rétt, ekki gleyma U-inu í janúar til dæmis. Nú ætla ég að byrja á að reikna hér út og það stendur leggið saman tölur í B-dálki. Þá byrja ég að fara í hólfið, smelli hérna á summunhnappinn og Enter. Þetta er heildin. Nú ætlum við að setja formúlu hér, þá segjum við sama sem og við erum að segja hvað eru 150.000 hátt hlutfall af heildinni. Og ef ég ýti núna á Enter og afrita niður, að þá fæ ég villumeldingu. Ég þarf að festa tilvísun í hólfið B14. Það ger ég með því að ýta á F4 og þá fæ ég dollaramerki fyrir framan B sem að þýðir að B-dálkurinn er fastur og fyrir framan 14 sem þýðir að lína 14 eða lína 14 í B-dálki er föst. Ýta á Ctrl og Enter. Niðurstöðutalan kemur í tugabroti. Ég set prósentustillingu og 2 aukastafi og afrita formúluna niður. Ég ætla að afrita hér til hægri. Ef ég afrita alveg niður sem ég get gert, þá þarf ég að setja aftur strikið hérna undir. Ég afrita til hægri og set prósentustillingu og 2 aukastafi. Ég ætla að vista. Ég var búin að afrita hérna mánuðina niður. Nú þarf ég að leggja saman. Og hér er ég að leggja saman tölurnar og gefa hólfinu F14 heiti. Ég set þessar tarsíður hérna í blokk og ég fer í Formulas, Create from Selection og Left Column. Þetta hólf heitir ekki lengur F14, heldur heitir það samtals. Þetta hólf heitir F13 og svo framvegis. Nú ætla ég að reikna þetta út á sama hátt, segja sama sem og deila með samtals, sjáu það hér. Hér þarf ég ekkert að festa tilvísun því ég er bara að deila með hólfinu samtals. En ef ég ýti á Ctrl og Enter núna, þá fæ ég 0,06 og þarf að breyta í prósentu, setja 2 aukastafi og afrita niður. Svo afrita ég til hægri og fæ prósentustillingu og 2 aukastafi. Þannig að þið gerir þetta svona á öllum síðum. Þið gerir sjálf síðuna póstkostnaður, tilboðsverð og söluaukning. Ég ætla að sýna ykkur í öðru myndskeiði síðu 5 pluss og skálar. En sem sagt gerir þetta á 2 vegu. Þetta stendur allstaðar í verkefninu hvernig þið eigið að vinna þetta. Og ég ætla að vista.